Alli, hvar svona fer þetta frá ykkur í dag? 3-1, það fer svona ómikið frá okkur þar. Við fyrri hálfleikurinn að mörgu leyti vel spilaður okkar hálfu þó séum 2-0 undir. Þeir skora mark bara fínt mark en við erum að gera vel í þessum leik í fyrri hálfleik og erum að koma okkur hátt á völlinn í fína stöður sem við náum reyndar ekki að nýta nóg vel en svo kemur svona 2-0 markið er svona bara einstaklingsmistök sem gerist og það er bara partur af því en að fara 2-0 í hálfleik það var högg en leikurinn langt frá því að vera búinn og við ræðum saman í hálfleik og komum vel stemdir inn í seinni hálfleik og náum í markið sem skipti máli til þess að gera þetta leik og þá svona fannst okkur kannski koma eðlilega smá skjálfti í fylkisliðið því að það búið að ganga ekki nóg vel hjá þeim upp á síðkastið og þess vegna erum við mjög svekktir með það hvernig við fengum okkur þriðja markið því að það var óþarfi af því að þá var mómentið í leiknum með okkur. Talar um þetta þriðja mark, hvað klikkar því að það er í hafsjó að plossi þarna? Já, ég veit ekki hvað, ég ætla nú ekki að henda neinum undir rútuna eða neitt svoleiðis en það er bara svona aðeins ákvörðun taka á hvernig við erum að velja og hvernig við töpum boltann svo til þess að þeir komust í ómikla yfirtölu því að við vorum að búa til yfirtölu annars staðar á vellinum. Þetta var alls ekkert galið, þið voru alveg að fá hálffæri og færi í leiknum 4-1 kannski ekki alveg rétt mynd, þeir kláruðu þetta í lokin. Heilt yfir allt í lagi eða hvernig sér þetta? Já, ég hef ekki stórar áhyggjur af Völsungs-liðinu, mér finnst bara mörguleyti vera bara góð frammistaða hjá liðinu og það er sem já, maður er kannski brendari eftir þennan leik er það bara mjög svona mörkin sem fáum okkur aðeins auðveld og við þurfum að skoða það eitthvað en svona heilt yfir þá er bara leikurinn vel spilaður en þess að ég segi úrslitinu ljót og auðvitað markið restina og eitthvað svoleiðis en já, þetta er bara ég er ekki, eins og ég ætla ekki að hafa stóra áhyggjur eftir leikinn en ég er svekktur og með þessi úrslit, þau eru ljót. Umgjörðin, þetta er vel mætt og stemning? Já, bara glæsilegt, ég er hrikalega ánægður með þetta, það er skemmtilegur dagur og hann er ekki búinn og eftir að er búið að vígja þessa stúku þá er ég svona freka von á því með aðsókn að það þarf að byggja aðra eins. Núna ert þú bara að fara að undirbúa kvennaliðið eitthvað? Já, við Sara hefur svona tekið þungana því aðeins í dag en það fundur núna eftir 18 mínútur með stelpunum og það er annar toppslagur. Það er bara hörkuleikur og toppslagur í annarri deildinni sem verður gaman að taka þátt í og ég verð að gjöra svo vel að þrífa þetta tap af andlitinu á mér og mæta bara tíeldur í næsta verkefni. Gerirðu eitthvað annað en að hugsa um fótbolta og Völsung? Já, þú veist, núna er mikið að gera. Það er bara svoleiðis og þá fá frídaga sem ég fæ, þá reyni ég að vera ekki í fótbolta en þá gleymir maður sér stundum að kveikja á bestu deildinni eða einhverju svoleiðis en sumrin eru rosalega mikið svona. Það er bara, ég ætla ekki að kvarta í því, það er bara gaman. Takk fyrir það, og gangi vel. Takk hérlega.